Ráðherra, góðir fundargestir, góðan dag. Ég fékk það hlutverk að fara hér yfir fortíð, nútíð og framtíð orku landsins Íslands. Nú, ég ákvað að gera eins og svo margir gera þessa dagana að fá gervigreindina til að myndskreita þessa titringlæru og vonandi ekki út í hött. Ég kem kannski aðeins á því á eftir. Lenti í smá vandræðum að því að hún heimtaði lengi vel að setja risastóran svona kolaorkuver stromp líka inn á myndina en ég náði svona tjóðrun á endanum og ég held að þetta kjarni ágætlega hvað við þurfum að gera svona til framtíðar. Nú ég ætla ekki að þreyta ykkur á einhverjum löngum þulum orku sögu Íslands. Hún er alltaf samtvinnuð þeirri ótrúlegu umbreytingu sem hefur orðið í hagkerfinu okkar frá því að vera eitt frumstæðasta og minnst tæknivædda hagkerfi Vestur-Evrópu fyrir öld í eitt af framsæknasta. En lítil saga sem að kannski kjarnar þessa umbreytingu þokkalega held ég. Þið sjáið að myndin ykkur á hægri hönd, hún nær aftur til 1940. Árið 1940 voru foreldrar mínir stálpaði krakkar á Vestfjörðum. Það ár, eins og þið sjáið í rauðu skellunni hérna efst í horninu, þá var mór, hann lék stærra hlutverk í orkunotkun landsmanna heldur en vatnsafli. Við gerðum meira með þessa forneskjulegu hitunaraðferð heldur en allra nýtingar vatnsafli sem að þó var aðeins komin í gang. Og kol, eins og þið sjáið, það var langstærsti orkugjafi. Orkunotkun á mannu þetta bara lítið brot af því sem að hún er í dag. Og mér finnst það svolítið fallegt að pabbi sem að var bókari ólst upp á Sveitabæ í Djúpinu. Þar var ekki rafmagn, þar var ekki almennileg minnstöðakynning og hvað þá hitaveita. Pabbi gamli endaði starfsævina vinnandi á tölvu og það kjarnar svolítið þetta risastökk á einu mannsaldri sem við tókum frá, eins og ég segja, að vera svona frumstæð og eftirbátar annara í að standa mörgum sviðum í fararbroddi og ekki síst þegar kemur auðvitað að orkunotkun og nýtingu. Við höfum auðvitað fyrir löngu lagt mónum og kolunum eins og við þekkið. Við notum nær eingöngu jarðefnaeldsneyti til að knýja samgöngur og 4 af hverjum 5 orkueiningum sem við notum eru úr okkar eigin náttúruauðlindum. Og við náum að skáka frændum okkar norðmönnum einmitt vegna þess hvað við notum jarðvarma í ríkum mæli til að hita húsin okkar. En eins og ég sjái líka á myndinni og mér finnst svolítið sláandi er að leið og við horfum út fyrir Skandinavíu þá er þetta háa hlutfall hreinorku undantekning, ekki reglan. 4 af hverjum 5 orkueiningum sem heimsviðið notar koma einmitt frá jarðefnaeldsneyti. Þannig að þessi sérstæða okkar er í raun alveg stórmerkileg. Og við notum auðvitað ekki orkuna til heimabrúks eingöngu, við flytjum út óbeint 80% af þeirri orku sem við framleiðum í gegnum afurðir stóriðju og auðvitað eitthvað til viðbótar bara með orkunotkunni sem fer í aðrar afurðir til útflutnings og meira sér útflutningsstjónustu einhverju leyti. Þannig að orkunotkun á mann hér á landi er með því mesta sem gerist og þið sjáum að við erum í hópi með litlum olíuríkjum í Miðausturlöndum en auðvitað er þar allt önnur gerð orku á ferðinni og það er engin tilviljun og þið sjáu hvernig það er náðast að teikna bara skáhallandi línu upp þessa mynd og það er mjög sterkt samband á milli orkunotkunar og lífskjara og án þess að ég þurfi væntanlega að endurtaka það fyrir mörgum þá er þetta bara ágætisleið til að hamra það heima að orkan hefur gert okkur kleift að búa jafnvel og við gerum hér á okkar kalda og dimma landi.
Jarðvarminn auðvitað eitt svið þar sem við höfum mikla sérstöðu og jarðvarminn í sókn. Hann er sannarlega lítill hluti af heildar orkuframleiðslu í heiminum, eitthvað 1% í fyrra. 30 ríki nýta jarðvarma orku í meiri eða minni mæli, en okkar sérstaða auðvitað sú að ekki bara framleiðum við þriðjung tæpan af rafmagninu sem við notum með jarðvarma, heldur hitum við 9 af hverjum 10 húsbyggingum með jarðvarmanum og það algjörlega einstakt með landa heims. Þessi geiri í örri þróun. Það eru stórmerkilegir hlutir að gerast og það var svolítið skemmtilegt þegar ég var á fullu að slá saman þetta erindi að þá kom þetta myndskeið og fyrirsögnin og greinar 2 eða 3 í Economist. Það sem að þeir nú aldeilis að boða fagnaðar erindi jarðvarmans, eins og sjáið, myndin sýnir stóran svona djúpborunarbor í Utah í Bandaríkjunum og svolítið skemmtilegt að hafa millirnar þarna í bakgrunnum, en það eru stór orð í greininni og því spáð að, eins og þið sjáið þarna í rauðundirstrikuðu undir fyrirsögninni að jafnvel gæti jarðvarminn orðið stærri á heimsvísu í fyllingu tímans heldur en kjarnorka. Hvað sem því líður, þá eru þarna þetta gríðarleg tækifæri okkur. Við höfum byggt upp mikla reynslu og þekkingu í þessum geira og við erum að flytja hana út í verulegum mæli, þessa reynslu og þekkingu. Og það því uppörvandi að sjá spár að jarðvarminn gæti aukist þetta 15% bara á næstu 5 árum og framtíðin eftir það hlýtur að vera býsna björt. Nú síðustu ár hafa orkumál verið í brennidepli og ekki að furða. Við höfum það risavaxna verkefni að koma böndum á línu jarðar á sama tíma og lítil áti á vaxandi orkuþörf. Nú ef við leggjum til hliðar jaðarhugmyndir svokallaða dígróðssinna sem finnst þetta bara allt í vestamál og vilja að umhverfið noti algjörsforgangs og við mannskepnum þurfum svolítið að súpa seiða því og bara herða belti verulega, þá eru allar spár og áætlanir hljóða upp á mikla aukning í hreinorku. Hér sýni ég ykkur nýútkomna spá sem að Alþjóða orkumálastofnunin birti í ársriti sínu World Energy Outlook, heimar titlinn rétt. Alls konar sviðsmyndir. Sú dökka byggð á því sem þegar búið að ákveða og þeir bara núverandi stefnu stjórnvalda. Gráu súlurnar sýna hvernig staðan og þróunin getur orðið ef að allt sem hefur verið lofað en ekki bundið í lög eða hvað þá sett í framkvæmd yrði að veruleika, og svo gula svo forsenda algjört kolefnishlutleysi miðja öldina. Og það var svolítið athyglisvert að sjá að því ég var nú að grúska í spánni þeirra frá í fyrra að það verður veruleg breyting á því hvernig munurinn á dökku og grásúlunni Þetta var nánast svona línulegir hallar á þessu öllu saman báðum megin, en með breyttri stefnu Bandaríkjastjórnar og svo sem fleiri smærri áhrifaþáttanir breyttust, þá orðið miklu minni munur á því sem að núna í gildi hjá stjórnvöldum heims og því sem að eru yfirlýst markmið. Pínu sorglegt að sjá hvernig, eins og ég segi, gráa súlan hefur færst nær þeirri dökku, en það sem hefur ekki breyst það samhengi hlutana að því strangari stefna sem sett heildarframboð, því meiri aukningu þarf í grænorkun. Og Alþjóða orkumálastofnunin gerir ráð fyrir að grænorka verði á bilinu 4% til 70% af heildar orkuframboði miðja öldina. Hún var 13% í fyrra. Og fyrir orkuskiptin og aukna orkuframleiðslu þarf gífurlega fjárfestingu, sér í lagi ef á að hraða þessu ferli. Þessar tölur eru allar geigvænlegar og
mann svimar svona pínu ef maður horfir upp eftir súlunum átt að sjá hvaða stærðir eru hér á ferðinni. 100 billjónir bandaríkjadala miðað við núverandi horfur og áætlanir og 150 billjónir ef á að keyra fullum krafti inn í að halda hlýnuninni undir 1,5 gráðu meðaldir. Til að setja þessi í samhengi, þannig fáum einhverja tilfinningu fyrir stölum, þá var heimsframleiðslan í fyrra 111 billjónir og þar af áttum við 0,04 billjónir dollara, 40 milljarða. Við þurfum sem sagt fjárfestingu inn í geirann upp á 4% það bil af heimsframleiðslunni miðað við núverandi stefnu og meira nær 6% ef á að gera á 1,5 gráðu markmið. Og eins og ég sjáið, og það er kannski ekki síður forhættulegt við að skoða þessa mynd, að það er fleira matur en feitt kjöt. Það er miklu fleira heldur en bara orkuframleiðsla og flutningur sem að þarf að fjárfesta verulega í. Það er í alls konar sparnaði, betri nýtingu, geymslu, risabatteríum og öðru slíku og auðvitað tækni framförum af öllum stærðum gerum. Þannig að þarna er stóri peningar. Ef við yfirfærum þetta yfir Ísland, þá værum við að tala um fjárfestingu eða norðan við 200 milljarða á ári ef við slægjum þennan sama takt og áætlað að verði á heimsvísu. Nú aðeins bara um ábata sem við fjárfestinga í þessum geira. Það er nú ekki alveg mitt sérgreinasvið, þannig að ég leitaði til mér fróðari fólks þau mál og fyrir mér varð greining Mordor Intelligence á orkugeiranum og undirgeirum hans á Norðurlöndunum. Þetta er svolítið forvitnilegt stöf. Og eins og við sjáum á prósentutölunum að þá er ábatasemi eða arðsemi í geiranum, hún er almennt alveg vel þokkaleg. Og auðvitað er þessi geiri þannig að það er oft mjög framhlaðin fjárfesting og svo kemur ábatinn yfir langa tíma. En þeirra niðurstaða var að minnsta kosti sú að geirin stæði saman við aðra norræna geira og þessi úttekt þeirra ríma reyndar og tónar ágætlega við aðrar nýlega greiningar til dæmis frá kollegum mínum í öðrum norrænum bönkum. Þannig að þar er að minnsta kosti ekki eitthvað fótakefli fyrir fjárfestinguna, hvað sem verður líður. Nú, ekki bara erum við að fást í orkuskiptin og almenna vaxandi þörf og spurt eftir orku. Það er komin nýr krakki í bæinn, New Kid in Town, og það er gervigreindin. Þetta er ótrúleg tæknibylting. Ég gerir ráð fyrir að allir hér inni hafi fiktað í þessu og við erum auðvitað pínu eins og börn í sælgætisbúð, sumir reyndar á köflum eins og fílar í postulínsbúð, en ég þekki það bara í mínu starfi að maður sér möguleikana bara staplast upp. Þetta getur flýtt ótrúlega fyrir, þetta getur ef maður vandar sig skilað bæði betri og mun afkasta meiri vinnu og þarna er einhvern veginn lítil mörk sjáanleg fyrir hverju þetta getur breytt á endanum í allri efnahagsstarfsemi. En gervigreindin þarf alveg tonna af orku. Áætluð orkunotkun gagnavera sem að í vaxandi mæli eru þetta fyrst og fremst að bjóða reiknigetu fyrir gervigreind voru það bil 1,5% af heildar orkunotkun í heiminum í fyrra og það er gert ráð fyrir að orkunotkun þessa geira muni tvöfaldast til loka áratugarins, eftir 10 ára verður hann þrefalt meiri og þar fram eftir götunum og þessi spá sem ég rakst á þarna hjá Bloomberg greiningaraðilunum gerir ráð fyrir að orkunotkun gagnaverana einna verði á byrjunu 4-5% af heildarnotkun á heimsvísu, heildarorkunotkun. Og gagnaverin eru auðvitað komið til landsins og ekki bara verin sjálf heldur starfsemi eða sem sagt reiknigeta þeirra fyrir gervigreind. Við erum með 3 fyrirtæki, við erum með 7 gagnaver og við getum sagt að með þeim sé á endanum að rætast draumurinn sem að ýmsir höfðu en við sem hafa orðið fjarlægir í sinni tíð, það er að segja að flytja út rafmagn sæstreng
nema hvað sæstrengurinn ekki rafstrengur heldur ljósleiðari. Og rafmyndagrautur eins og þekkir útleið, gervigreindin sækir mjög á. Orkunotkun þessara vera mun trúlega sexfaldast með við spá Orkustofnunar frá og með öldina og gæti jafnvel tífaldast ef að háspá Orkustofnunar gengur eftir. Við þekkjum auðvitað best orkuskiptin í hvernig umferðin á götunum hér í borginni og að landa allt að breytast. Við erum á fullri ferð með orkuskiptin í bílaflotanum, komin upp í 2/3 nýskráðum fólksbílum til almennings sem eru hreinir raforkubílar eða rafmagnsbílar segir nú, og innan við 10. hluti af bílum sem að almenningur keypti nýja hefðbundni bensín- og dísilbílar. Og þó að aðrar tegundir vegasamgangna séu svona í hægari þróun þá munu þær klárlega sigla í kjölfarið, bæði fólksbílar til fyrirtækjareksturs og stærri faratæki. Orkustofnun aftur, svo ég vitni í þá ágætusspá, gerir ráð fyrir að eftir 15 ár verði helmingur af vegasamgöngum knúin áfram af rafmagni og miðja öldina gæti þetta hlutfall verið orðið nánast 100%. Þannig að þarna eru þetta þörf líka á aukinni orkuframleiðslu. Bara svona til að taka heildarmyndina inn, við þurfum og erum að fara að nota meiri orku af öllum tegundum á komandi árum og áratugum. Þessi grunnspá Orkustofnunar, svo ég vitni enn og aftur í það ágætari, hún gerir ráð fyrir að alls muni orkunotkunin aukast og spurnin 28%, en það miðað við svona tiltölulega hófsamar forsendur og leið og svolítið gefið í forsendurnar meiri kraft í hagkerfinu, hraðari orkuskipti og þar eftir götunum þá verða tölurnar miklu hærri. 72% hljóðar háspá Orkustofnunar orkunotkun upp á, sem sagt að við færum nota 72% meiri orku með öldina heldur við gerum í fyrra. Og ef við þrengjum aðeins sjónarhornið niður á raforkuna, þá eru spárnar líka upp á mjög kraftmikinn vöxt. Breytt bíl vissulega, svona spár eru mjög næmar fyrir mismunandi forsendum. Grunnspá Orkustofnunar sú hófsamasta gerir þó ráð fyrir 30% aukningu í raforkunotkun og leið og forsendurnar eru svolítið keyrðar upp, við setjum svolítið meira svona fjör í leikinn í hagvexti, hröðum orkuskiptum, þar fram eftir götunum, þá erum við fljótt að nálgast tvöföldun í orku eftirspurn eftir raforku. Nú, og eftirspurn eitt mál, hvað með frambúði? Í sem styrstu máli, þar eru horfurnar áhyggjuefni. Það mikið talað vistvæna orku og reyndar finnst mér eins og sumir sem að hæst tala þróun á hröðum orkuskiptum og að við þurfum að framleiða og nota meiri vistvæna orku, finnst svo aldrei orka nógu vistvæn þegar þetta kasta hana á að koma og við þekkjum öll hvernig þetta hefur gengið svona upp og ofan að auka við orkuframleiðsluna, en þessar raddir þó að þessi háværar þær eru í minnihluta. Stuðningur við aukna græna orku almennur. Skulum bara hafa það í huga þegar þessir aðilar eru að koma fram með sín sjónarmið og þeir eiga greiða leið af fjölmiðlum með þær, að þetta ekki meirihluta skoðun í landinu. Og sem betur verið eru áætlanir auki framboð orku. Eins og þið sjáið, spárnar eru ýmist hjá Orkustofnun að við bætum við 4 terawattstundum á næstu 5 árum og hjá Landsneti að við verðum búin að tvöfalda þá tölu eftir 10 ár eða svo. En það eru býsna stór í þessu og þau snúa auðvitað bæði að því að við náum þó í skottið á orku eftirspurninni
með þeirri framboðsaukningu sem að sýndir á þessari mynd, og ekki síður hitt að ekki verði fleiri steinar lagðir í götu orku framleiðslunnar, og eins og við þekkjum þá þar ýmsum brögðum beitt og allir lagakrókar nýttir til þess ákveðnum aðilum að reyna að hægja þessu ferli. Og þessi spá kerfisjöfnuð óþægileg. Það eru óþægilega mikla líkur á því að við höfum ekki nógu orku til að anna allri eftirspurn þegar kemur að lokum áratugarins. Hér þarf klárlega að slá í klórin. Það því uppörvandi að heyra að frá núverandi stjórnvöldum og ekki síst úr ráðuneyti orkumála hefur verið sleginn býsna skýr tónn að bæði sé skilningur á að þetta sé áhyggjuefni og að eigi að gera eitthvað í málunum. Það fagnaðarefni. Svo bara að sjá hvernig úr rætist. Nú, ef eitthvað situr í okkur hagfræðingum eftir háskólanám upp á 3-5 ára sem lengur það, þá búið að berja svolítið kyrfilega inn í okkur að verð byggi á samspili eftirspurnar framboðs. Og það því mjög nærtækt að álita miða við það sem ég sýndi ykkur hér áðan þess að þú þætti að verð á raforku verði tiltölulega hátt á næstu. Það fer í taugarnar á morgun þegar heyriðu þetta í fréttum marga býsnast yfir verðsveiflum og að verð í sumum kímumarkaðarins hafi verið að hækka, en við lærum líka í hagfræðinni, og það held ég að séu bara viðtekin sannindi og séu sönn, að fyrir heildina þá skiptir auðvitað höfumáli fyrir þjóðarhag á heildina lítið að markaður sé skilvirkur og verðmyndunin endurspegli með þetta jafnvægi. Fólk gleymir því stundum að þessi peningar þeir renna ekki bara einhvern veginn í einhverja gráður aðila, þeir renna auðvitað til framleiðenda og dreifenda orku sem eru ýmist í dreifðri almennri eigu eða auðvitað í eigu hins opinbera, og á endanum skiptir það mestu máli að þessi markaður sé skilvirkur, hann sé þjáll og sóun hans vegna þess ferlis að koma orkunni til þeirra sem hann vilja nota sér sem minnst. Þannig að það mínum huga absolutt fagnaðarefni að hvað þessi markaður að verða skilvirkur og hefur fjölgaðar aðilum sem að honum koma, og verðmyndunin orðin skýrari og skilvirkari heldur en áður var. Nú, við viljum og þurfum að auka útflutning, og þar þetta blikur á lofti. Það hefur dunið okkur röð af ótíðindum, og það því mikilvægara en manni sýndist bara fyrir nokkrum vikum að þeir vaxtabroddar sem að við teljum að muni bera uppi útflutningsvöxta stórum hluta, að þeir verði ekki stífðir. Og ég hef þegar talað gagnaverið þar sem að þjónustu útflutningur á eftir að stóraukast þeirra vegna. En sama gildir landeld, hinn stóra vaxtabroddin sem að getur skila okkur verulega auknum verðmætum á komandi tíð. Landeldið notar bæði raforku og jarðvarma, og enn og aftur ef við höfum að geta haldið áfram að sækja meiri gjaldeyristekjur til umheimsins til þess að borga fyrir okkar eigin innfluttuneyslu og fjárstyggu, þá mikilvægt að þarna verði ekki flöskuháls sem að dregur úr þróttinum í geira sem virðist eiga býsna bjarta framtíð fyrir höndum. En úr hverju að moða? Við höfum vissulega nýtt tölverðan hluta af þeim auðlindum sem við höfum til staðar. Það kom svolítið skemmtilega út þegar ég fór að teikna þessi beina lína þegar ég var að teikna hlutfall nýttrar orku af nýtanlegri orku í helstu orku auðlindunum. Og það einfaldlega vegna þess að þarna erum við með
þessar 3 megintegundir orku sem við getum hagnýtt okkur. Við erum búin að nýta samkvæmt ramma áætlun eða þeirra vef 2/3 af nýtanlegum vatnsaflskostum. Þegar við förum yfir jarðhitann þá hlutfallið 1/3 og í vindinum þá þetta ennþá óplægður akur. Núna þegar við loksins erum komin af skrið með að fara að nýta vindorku af einhverjum krafti, hefur verið svolítið sérkennilegt að fylgjast með umræðunni. Hún er býsna skrítin og einhvern veginn mikið gert úr ýmsum áhrifum sem að aðra þjóðir virðast merkilegt nokk ekki hafa sérstakar áhyggjur af. Og ég held að þarna séum ekki síst á ferðinni einhvern veginn ótti við óþetta. Það verður því forvitnilegt og spennandi að fylgjast með vegferð Vaðölduvers, fyrsta alvöru vindorkuversins á Íslandi og það þarf ekki að nema að minna á spána fyrir morgundaginn að í veðrinu að hér höfum við gnægða vindorku og við eigum og þurfum að beisla hana. Ekki kannski í óveðrum því að þá reyndar þetta vindmyllur út. En þarna klárlega tækifæri til þess að bæta við orkuframleiðslu sem komplementar að verulegu leyti aðra framleiðslu sem við höfum. Við getum dregið tímabundið úr orkuframleiðslunni þegar hressilega blæs og vísa versa. Þannig að þarna eigum við klárlega að sækja fram. En fyrir innviðaskuldina, við þurfum að borga hana fyrir aukna orkuframleiðslu og nýtingu og tala nú ekki ef orkusækni geirar færast enn í aukana, ekki síst á gagnaverin og fiskeldið á landi, þar mikla fjárfesting. Þið sjáu að þetta eru stóra tölu, ég þarf ekki að fara að tíunda þær í einhverju smáatriðum, en við erum fljótt að tala 100 milljarða á tiltölulega stuttum tíma til þess að áætlanir eflingu geirans í öllum skilningi gangi eftir. Bara innviðaskuldin í orkugeira er 100 milljarðar samkvæmt Samtökum iðnaðarins og þar við bætist auðvitað það þarf að bæta í, það þarf að hraða orkuskiptunum og þetta kemur víða. Miklir peningar og Daði Már fór ágætlega yfir þá áskorun sem að þessi fjárfesting fyrir okkur öll. Við erum í hagkerfi sem að taldi 4.600 milljarða í landsframleiðslu í fyrra, þannig að leiðu við erum farin að tala 100 milljarða þá þetta bara töluvert stór biti af kökunni. Og ég ætla ekki, alls ekki með þá duld að fara yfir fjármála áætlunina og hvernig fjárfesting áætluð þar. Það óvígjart minn hér fyrir frá mig og ég hef þetta meira bara til að draga fram þá staðreynd að þetta er veruleg brekka. Ef stjórnvöld alltaf alfarið að ýmist beint eða í gegnum orkufyrirtækin og flutningsfyrirtækin að standa straum öllu þessu fjárfestingum, þá áskorun að ná að para þessa tölu saman. Og líkt og tíunda var hér áðan, þá mikilvægt að horfa víðar yfir sviðið, hvar eru fjármunir sem að hægt að nýta okkur öllum til heilla til þess að keyra áfram vöxt í þessum geira. Það vill svo heppilega til að ég þurfti ekki að finna hjólið þar, heldur var það á eiginum rammagrein Seðlabankans úr fjármálastöðugleikanum frá því í haust, þar sem akkúrat farið yfir þetta svið. Það tíundaði auðvitað hversu áskorun stór að fjármagna allt sem gera þarf og við viljum gera og mikilvægi þess að finna nýja leiðir. Þarna líka áhugaverð samantekt á innviða fjárfestingu lífeyrissjóðanna eins og hún var núna síðastliðið vor. Þetta eru þráttur allt töluverðir peningar sem að íslenski lífeyrissjóðir eiga í innviðum, alls 262 milljarðar samkvæmt yfirferð Seðlabankans og þar af rúmir 100 í innlendum orkuinnviðum. Þetta þó auðvitað
hóflegur hluti af heildareignum sjóðanna, eitthvað rétt innan við 3%. Og það áhugavert líka í þessari rammagrein sem ég hvet bara viðstadda til að skoða, ef hafa ekki gert núna þegar, að það líka samanburður við önnur lönd og fjárfestingar lífeyrissjóða og almannatryggingasjóða í innviðum. Og þar eru tölurnar yfirleitt svona heldur hærri en gildir hér og í einstökum tilfellum talsvert hærri. Þannig að ég tek undir þessa niðurstöðu sem kemur fram í rammanum að þarna langtíma fjárfesting, hún hentar stofnanafjárfestum eins og lífeyrissjóðunum að mörgu leyti vel og ekki bara þetta ákjósanlega áhersluleið fyrir fjármuni verðandi lífeyrisþega, heldur í leiðinni vonandi verið að bæta kjör bæði þeirra og annarra sjóðfélaga til lengri tíma með því að þetta bara knýja upp hagvöxt og bæta lífskjör. En það fylgja stórar áskorunir, stórum verkefnum. Það heilmikil og heit umræða hvernig við ætlum að gera þetta og það mikilvægt að halda sáttinni við almenning og umheiminn. En það líka gott að hafa í huga að stórar framkvæmdir á Íslandi hafa á tíðum oft verið mjög umdeildar og hart gagnrýndar þangað til þær eru komnar til skjalanna. Þá einhvern veginn allir bara á því að já, þetta var bara allt í besta mál. Við getum neitt Hallgrímskirkju, við getum neitt Hörpu, ég brottfluttur Akurnesingur og ótrúlega satt voru skrifaðar harðar greinar gegn Hvalfjarðargöngunum og í orkugeiranum meira og minna allt sem gert auðvitað gagnrýnt. Og það fara aldrei allir á þennan vagn og við megum ekki vera of hrædd við að strjúka einhverjum öfugt af þessu leitinu því að það eins líklegt að þegar búið að sækja fram og allir sjá þann ábata sem átti í hlýst að þá hljóðunni þessar raddir. En auðvitað við viljum og getum látið fara saman að efla orkunýtingu og orkunotkun og þar með lífsgæði og halda ímynd landsins óskertri sem hreinorkuland sem að umgengst náttúruna og auðlind þetta með ábyrgu hætti. Og ég setti bara þarna svona til myndskeytingar tvö dæmi hvernig aukin orkunotkun hefur haft mjög jákvæð svona hliðaráhrif og þetta spilar allt saman. Þannig að við getum það og frekar en að fara að tíunda allt sem ég farið yfir hér, ég hef farið vítt við sviðið, þá greip ég þessa ágætu tilvitnun frá þessum merkilega manni, Stephen Chu, sem að bæði afrekaði að vinna Nóbelsverðlaun í eðlisfræði og vera orkumálaráðherra í ríkisstjórn Obama. Og steinarnir eru þetta, fyrst mórins og kolin, jarðefnaeldsneytið og í fyllingu tímans ætlum við og munum vonandi og væntanlega vera fyrst og fremst land knúið af hreinorku og því fleiri hendur sem leggjast á þær árar, því betri verður væntanlega ábati. Takk.